Heilbrigðisráðherra, viltu ekki bara vera forseti, raun og veru? Er það ekki svolítið forseti Landspítalans, virðulegur? Og því öll sem hér eru saman komin, ég heiti Halla og inni á Landspítala núna í tímabundnu verkefni í samskiptamálum. Starfa þar á skrifstofu forstjóra og með samskiptateyminu sem að Andri Ólafsson kollegi minn fer fyrir. Og hef komið að þessari vinnu við að útbúa samskiptastefnu fyrir Landspítala. Hún nær við höfum aðalega verið að fjalla hérna svona samskipti inn í starfi Landspítala, en samskiptastefna nær til ytri samskipta og ásast við samskipti við almenning, fjölmiðla, stjórnmálin, stjórnvöld, allt svona sem við setjum út, fag- og stéttarfélög, félagasamtök og fleira. Og Landspítali mjög mikið í fréttum, má alveg segja svona gott sem daglega. Starfsfólk spítalans kemur fyrir í fréttum, talar á viðburðum, framleitt ógreina efni sem miðlað í gegnum heimasíðuna, samfélagsmiðla, sjónvarp og deildur Landspítala. Og þegar við unnum svona greiningu á þessum ytri samskiptum, þá komumst við á þeirri niðurstöðu að þótt eins og svo margt í starfi spítalans, að þótt margt sé mjög vel gert, þá líka margt sem má betur fara. Og tækifærin felast meðal annars í því að taka meira frumkvæði. Ég velja fréttir sem við reynum að koma á framfæri við fjölmiðla, halda viðburði og setja út efni sem varða sérstaklega þau mál sem að við viljum koma á dagskrá. Það líka talsvert tækifæri fólki í því að auka á svona samhæfðan boðskap og láta þau atriði sem við teljum mikilvæg, sem okkur skipta máli, rata út í hvert einasta viðtal og erindi þar sem því verður við komið. Loks má auka á faglega ásýnd en hún getur ýtt undir traust á spítalanum. Þannig í stuttumáli það hafa samskiptamálin út af við kannski verið óþarflega tilviljanakennd og oft háð áhuga og framtakssemi einstaklinga og slík samskipti eru góð og mikilvæg en þau kannski ekki að vera ráðandi. Og samskiptastefnan og þessar aðgerðir sem við grípum til á hennar grunni eru tilraun til að gera þessi ytri samskipti markvissari. Meginboðskapurinn á gildistíma stefnunnar á að vera stefna Landspítala og hún til endurskoðunar en þau atriði sem í henni eru standa þá algjörlega fyrir sínu. Það að segja við setjum hagsmuni og þarfir sjúklinga í öndvegi, Landspítali vill vera háskólasjúkrahús í fremstu röð og öflugur bakhjarl heilbrigðisþjónustu allt land. Enn fremur þó drögum við fram gildi spítalans sem eru umhyggja, fagmennska, öryggi og framþróun og ætlum að leggja sérstaklega áherslu á umhyggju og fagmennsku. Í samskiptamálum út af við ætlum við að höfða til innri gilda og setja starfsemi spítalans í öndvegi en beina umfjöllun fjármögnun á réttum markhópum og réttum tímabilum. Og ég ætla að staldra aðeins við þetta að því að við erum að reyna að innleiða þá hugsun að áður en við setjum út efni, þá hugsum við hvert markmiðið með því. Hvaða viðbrögð viljum við vekja hjá þeim sem að samskiptin beinast að og hvað viljum við að setja eftir? Og í þessu sambandi getur verið mjög gott að huga því til hvaða gilda við höfðum hjá þeim sem að við tölum til. Og þetta sem það verið rannsóknir gerðar þessu sem ég að vitna í. Og í grófum dráttum við talað svona innri og ytri gildi. Og ytri gildi þessi svona mælanlegu gildi sem geta náð utan peninga, formleg völd, vinsældir. En innri gildi eru svona góð í sjálfu sér, óháð öllum mælingum. Það geta verið ábyrgð, sjálfsvirðing, tilfinningin að tilheyra, vera hluta við heild. Og það ekki þannig að innri gildi sé eitthvað sjálfkrafa góð og ytri gildi slæm en jafnvægi þarna á milli getur skipt máli og það getur skipt máli að huga því til hvað þátt við erum að höfða. Og svona samandregnar rannsóknir á því hvað áhrif það hefur að höfða til ólíkra gilda í samskiptum út af við hafa sýnt að það að höfða til ytri gilda dregur svolítið fram hjá okkur einstaklingshyggjuna. Við horfum inn á við og viljum verja okkar og fyrir að hugsa okkur sjálf og hvað ég mikið pening og ég á þetta hús og að meðan innri gildin þau draga fram samfélagslega þáttinn, að við viljum vera hluta af einhverju stærra, við viljum bera ábyrgð saman. Og ég dvel við þetta, því ég held að sé alveg sanngjarnt að halda þið fram að umfjöllun fjármögnun og mönnun Landspítala hafi verið umtalsverð og þannig höfum við höfðað til ytri gilda og þá hættu að fólk hugsi svolítið eigin fjárhag eða kostnað við að halda út í heilbrigðisþjónustu og það rosalega dýrt og hvernig var að efna því og svolítið kannski á kostnað starfsemi spítalans, umfjöllunar hana. Og ef við lítum kannski til stjórnmálaumræðu þá getur verið svolítið erfitt að taka afstöðu með því að stíga fram og segja að það þarf 2 milljarða viðbótin í þennan þátt rekstursins. En ef við fjöllum starfsemina þá kannski breytist afstaðan. Því að það vel hægt að standa með því að við viljum að allir sjúklingar dvelji við öruggar og góðar aðstæður, að bíð sé innan marka, að börn fá framúrskarandi þjónustu, þau ekki að bíða,
Þannig að með því að draga fram þættin í starfseminni, þá köllum við fram svolítið aðra mynd. En svo þarf auðvitað stundum að tala tölur og þá erum við meðvituð um það og eins hverjum við viljum beina þeirri umfjöllun að. Nú, markmiðið með samskiptastefnunni að teikna upp raunmyndina og við notum þetta orð raunmynd svona dálítið sem andstöðu við ímynd. Það ekki þannig að það að fara að byggja upp einhverja glansmynd á spítalanum sem ekki stenst eða sé ekki í samræmi við starfið, heldur að reyna að ýta undir breiðari umfjöllun starfsemi spítalans. Við viljum festa gildi og stefnuna í sessi, við viljum tryggja starfsemina með því að auka þekkingu og skilning á fjármögnun spítalans, verja árangur sem hefur náðst og sækja fram. Og við viljum sækja fram fyrir opinbera heilbrigðisþjónustu, efla stolta Landspítalann sem flaggskipsins og sækja fram fyrir hönd íslenska heilbrigðiskerfisins. Samhliða þessu setjum við okkur ákveðin leiðarljós í samskiptum og áætlun í krísusamskiptum og ég ætla að fara aðeins yfir þetta hérna. Leiðarljósin eftirfarandi. Við notum hvert tækifæri til að draga fram faglegt starf Landspítala og umhyggjuna sem starfsfólk spítalans ber fyrir starfinu sínu, sjúklingum og aðstandendum. Við notum tölur sparlega og eingöngu til þess að undirstrika söguna sem við erum að reyna að segja. Við forðumst tæknilegt tungumál og reynum heldur að nýta tungumál sem almenningur og gott með að skilja. Við tölum til innri gilda og draugum fram mikilvægi Landspítala og opinberrar heilbrigðisþjónustu. Við höfum samskiptateymi Landspítala með í ráðum og ef uppkoma krísur förum við eftir áætlun krísusamskipti. Við reynum að draga fram fjölbreytileikann í starfsemi Landspítala og þegar við þurfum að tala vandamál þá verpum við ljósi á strúktúrana sem valda vandamálunum en ekki einstaklinga og við reynum að leggja til lausnir. Áður en við eigum í samskiptum svörum við eftirfarandi spurningum: við hvernig erum við að tala, hvað ætlum við að segja, á hvað leggjum við áherslu og hvað látum við ósagt. Og þetta ósagða getur skipt mjög miklu máli fyrir fólk sem miklu sérfræðingar í því sem það að tala og á það til að romsa upp úr sér öllu sem það veit og skilur síðan ekkert okkur hitt og þetta rataði ekki með sem það vildi leggja áherslu á. Nú, ef uppkoma krísur erfið atvik í í starfsemi spítalans, þá setjum við okkur reglur sem hafa nú kannski verið í praxís en við setjum þær núna á blað. Og það í fyrsta lagi að skrifstofa forstjóra eða samskiptateymi halda utan á samskipti í krísum og það ekki rætt við fjölmiðla nema eða utanaðkomandi aðila nema í samráði við samskiptateymið, þannig að sé full meðvitund innan spítalans öll samskipti sem fara út af við. Við forgangsröðum þannig að við hugsum fyrst velferð sjúklinga og aðstandenda þeirra, næst starfsfólk og síðast spítalans sem stofnun. Og þetta skiptir máli vegna þess að liggur í eðli stofnana og fyrirtækja, ekkert Landspítala frekar en annara, að hugsa fyrst sjálfa sig þegar uppkomum krísur. Þannig að við setjum þetta á blað og þetta ætlum við að hafa alltaf hugfast. Við upplýsum allt sem við getum upplýst, við greinum sjúklingum, aðstandendum og starfsfólki frá því sem við vitum en líka því sem við vitum ekki, sem lykilatriði í samskiptum. Og við látum fjölmiðla fá allar upplýsingar sem við getum og ræðum við fjölmiðlafólk og formlega það á við. Svo það ábyrgðin að við viðurkennum mistök og öxlum ábyrgð sem stofnun þar sem að það á við. Eftir þessu ætlum við að vinna núna næsta árið, svo ætlum við að leggja mat á ákvörðunina árangurinn og taka ákvörðunum framhaldið. Og samhliða ætlum við að vinna tilraunaverkefni með nokkrum deildum sem að setja sér svona sérstakar samskipta áætlanir. Og það framtíðarsýnin sem sagt að það sé ein stefna fyrir spítalann sem endurskoðuð á 1–2 ára fresti og síðan sé hver einasta eining með sína eigin áætlun sem hún vinnur og það getur verið löng og ítarleg áætlun, það getur líka bara verið mjög stutt, getur verið 3 atriði. Bara á þessu ári ætlum við að einbeita okkur eftirfarandi 3 atriðum. Og síðan erum við með ýmsar aðgerðir sem að fylgja þessari stefnu. Það eru reglur fjölmiðlaþátttöku sem við ætlum að reyna að móta, stefnunotkun samfélagsmiðla í starfi spítalans og þetta verður unnið í samráði við starfsfólk og ég vil gjarnan nota tækifæri hérna til að hvetja ykkur sem hafið skoðanir á þessu að koma þeim á framfæri. Því að nú erum við að vinna þetta og viljum gjarnan heyra í ykkur. En á heildina litið þá vona ég bara samskiptastefnan leggist vel í ykkur, hún sé hjálpleg, sæmilega upplýsandi og við sameinumst að vinna eftir henni. Takk fyrir mig.